Kæru hlustendur, það rosalegu þáttur í vændum sem fyrir á föstudegi, föstudagskaffið. Það þarf að skjóta þess á loft. Það þarf að skjóta þess á loft. Við ætlum að skjóta þess á loft með Apparatus núna. Það er með hugmyndi í maganum, staldraðu við, farin á apparatus.is. Já, hefur notað Livio-appið, geggjað, Allandsolja, dælurnar ganga hratt, framúrskarandi applaust. Dominos-appið, af allir notað eitthvað app frá Apparatus. Ef ykkur vantar referensa, apparatus.is og þau skjóta hugmyndin á loft. Já, þið sjáu það. Þú veist, Dominos, Livia, Allandsolja, það þarf eiginlega ekki þetta að segja mér. Ef þú vilt... En þau taka fund með öllum, þótt að þetta séu nú svona allt stórfyrirtæki. Já, á hvaða stíði sem er. En ef þú vilt líkjast þessum uppum, þá er Apparatus vettvangurinn fyrir þig, kæri hlustandi. Apparatus, þau vilja að þú vitir að þú skiptir máli. Rétt. Föstudagskaffið, gjörðu þið svo vel. Já, það held ég. Ég hræddur það, kæra hlustendur Pingjunar, það er enn einn föstudagurinn runnin upp nú sá 7. í september mánuði. 7. september. Þetta er bara að koma. Já, 7. sept. Þetta er bara, haustið stefnir á okkur, ófluga. Já. Sumar er búið, ekki að þetta hafi verið mikið sumar. Slakur, það er hitabylgja á Austurlandi í dag. Er það? Já. Hvað er málið með Austurlandi? Ég ætla að taka mína síðustu 23 gráður í dag. Já, herru, vá. Á Greyjafirði. Hvað er samt að gera stila? Já. Ég skil ekki hvernig, þú veist, þetta er lítil eyja sko. Akkur er ekki bara sama veðrið allstaðar, ég bara skildi ekki. Ég veist ekki með þetta. Það er í svaka. Kæri hlustendur, Er það þannig á tenni eða? Hvað segirðu? Það er bara sama veðri alltaf. Þú ert tenni specialist. Í rauninni ekki. Þú veist, það er munar á höfuborginni, Santa Cruz þarna. Þetta er enn í rannsókn. Við þurfum að fá einhvern á mannvísindasviði HÍ. Fá einhvern veðurfræðing. Hvað þarf eigi að vera stór til að það sé konstant sama veðrið alltaf? Ég væri til í að fá veðurfræðing úr einkageiranum. Já, þannig að blika.is. Herði, nýr samstarfsaðili með okkur í dag, Go Car Rental, og við þekkjum nú vel til þarna. Okkar maður, Steinar Lár, einn allra vinsælasti gestur okkar. Það er bara top 3 besti þáttur sem við tekið upp. Ég er ekki frá því sko, þetta var stórkostlegu þáttur og ef það er einhver sem ég myndi leigja bíl af, þá er það af honum. Já, klárt. Viljum benda á það að Go Car Rental, og þú ert að tala um langtímalegu, eða ekki? Ég er að tala um langtímaleguna hjá þeim. Og Go Car Rental sko, þau eru núna með skólatilboð, aldurstakmark 18 ára á Hyundai i10, þar sem þú ert að fá bíl bara á klink. Og ekki nóg með það, Yngvi. Er þetta ekki eins og í átíðaferð, þar sem þú getur keypt áfengi í 16 ára, að þú getur ekki bíl? Við komum inn á það eftir. Já, er þetta ekki eins og Við komum inn á það eftir. Þannig að þau eru eins og Sandi og allar engaveslanar, þau eru að passa upp og verður að vera átt. Já. Það er mjög gott. Það er Steinar sem ég þekki. Já. En það er sjálfsögðu endast úrval af bílum þarna. Það er allt frá snötturum og bara upp í forstjórabíla, eins og við köllum það. Þannig að, en þessi i10, fólk sem er fólk sem er í skóla, þá er skólatilboð sérstaklega fyrir ykkur. En svo er ekki líka, það er ekki nóg með það að við ætlum að bjóða, ef þú skrifa pingjan í athugasemd, það væri 10.000 króna afslátt fyrsta mánuðin. Þannig að það er til mikils að vinna hér. Er það með kaps eða bara? Nei, bara pingjan með stóru pí kannski og svo bara ingjan með litlu. Fíla. Þau verða með okkur næstu mánuði, við hlökkum mikið til samstarfsins, það kenn rýmis að grassa þarna. Allt að gerast, þökkum Go Car Rental kærlega fyrir samstarfið. Herðu, ég vil líka nefna hafið, ertu með long short? Herðu, ég er með svakalegt long og short. Komdu með einhverja fokkin músík á mig, ég vil fá einhverja trommur eða eitthvað. Jésús, Oasis, viltu Oasis? Já, komdu með það, Wonderwall eða? Nei, komdu með Bingo Players. Hæ? Ég vil fá Bingo Players. Er það með Oasis eða? Nei, ég held ekki. Settu bara eitthvað. Long vikunar, ég var að byrja þar eða? Longið er stittra sko. Longið er short hjá mér eiginlega sko. Ég byrja á shortinu. Er longið short? Já, það er svo short sko, hittir smá romsa. Herðu, shortvíkunar er búið Hafsins, þið getur fengið ykkur saltfisk, króketur, skarkóla, hann er in season right now, höstuðin er að fara vel að stað. Pétur og Bárður að móka upp þorski ef ykkur vantar þorsnakka. Shortvíkunar, Kamala Harris.
Er ekki löngu komin tíma Shit, Er það ekki lítur komin út tíma fyrir að skortselja þá stöðu það? Jó, það er stórt short að eiga sér stað núna Það lítur út fyrir að demokrataflokkurinn hafa ekki alveg hugsað til enda Hvernig að taka forsetaframbjóðanda sem neitar að útlista málefni á netinu og neitar að fara í viðtöl Hennar teymi er búið að gefa 1 viðtal síðan hún tók við og þau gerðu það saman sem að var hana Talk of the Week síðustu viku Hún verði svo nervus sko í svona Já, það bara gengur ekki Heyrðu, Þú getur ekki verið forseti í Bandaríkjunum eða þú ætlar að bara hafna viðtölum Farið CNN Sagan segir að viðtalið eru 41 mínúta Það var bara 18 eða 21 mínúta klippa sem rata á netið Þannig að þetta var ekki viðtal Þetta er bara svona Þetta er svo að fara í hérna kaffi hjá Sindra Þú veist, þetta er Þú veist, það er búið að katta Það er búið að klippa þetta Léleg líking Nei, þetta er svo dálítið líking held ég Já, þú veist Hann er samt frekar svona Þú veist, fólk er að segja Þetta er bara promotional video Þetta er ekkert hérna viðtal eins og þau eiga að vera En sko, gerum nú eitthvað sem að mainstream-miðlar gera ekki Let's follow the money Ég skoða nefnilega reglulega síðu sem heitir polymarket.com Ég hef örugglega sagt þér einhvern tíma frá henni Þetta er að þú getur bettað Þetta er kryptosíða Það sem þú bettar með Ethereum Þetta er snilt Á real life event Þú getur bara bettað á Það er langt síðan þú talaður þetta sant Þú getur bettað á fyrir viltu finna milljón í lofti í mars Þú gæti búið til Þú veist þetta scenario Og þetta er farið að verða nokkuð gildandi allan í umræðinni ytra því að auk þess að taka inn skoðanakannanir sem eru bara eins skjút og þær eru milli ríkja og fleira bara eins og við þekkjum úr forsetakosningunum hérna hvað skoðanakannanir fólk er svona aðeins farið að sjá í gegnum hérna, já, það er hérna, þetta er þarna og þetta er þarna ekki alveg treystu þessu þannig að þetta er að verða eitt element þar inn í Trump er komið 53% líkur á sigri Þegar að Kamala stígur inn og Biden þetta út þá byrjaði hún held í 51 eða 2% Hún er strax að snúa öllu sér í hag Svo núna er þetta bara liggur við 1% á viku sem að hann er að rísa upp og hún er á leiðinni niður Mest áhugavert að Michelle Obama er hérna sem valmöguleiki Já sko, þegar kemur á demokrautunum það er allt líklegt Þau kúplu út Biden, þau fíluðu hann ekki Hentu henni inn, það voru engar kostningar eða annað í kringum hana Tóku Kennedy inn og hentu honum út Hann fekk ekki að debata Og það er aldrei að vita nema að hendi Michelle bara á ticketin því að Kamalan er á leiðin til fjandans Nate Silver sem bjóð til 538 sem er svona stærsta svona síðan hvað segir maður bara til að greina tölfræðigögn og setja fram marktaka niðurstöður hvað var að gerast úr könnunum á landsvísu Hann var líka með áhugaverðan þráð á Twitter þar sem að Trump er í vexti eftir að tekið fórust í könnunum í Michigan og Pennsylvania Hins vegar þá talið líklega að Kamala muni vinna the popular vote þar sem hún muni vinna á landsvísu en ég held að það komi í 74% líkur að Trump muni vinna þessi swing states Það er náttúrulega þú veist, er talað voða hátt það hún er náttúrulega þú veist, kona og dökk á hörund og þú veist, það verður spila ansi stóra svona rullu í hennar kampæni sko, ég er ekki sammála sko. Jú, bara, þú veist að nei, fyrsta konan enga veginn sammála sko Jú, hvað meinar þú? Hillary Clinton fór í frambóð, hún var, þú veist, þetta er ekkert fyrsta konan í frambóði Nei, ég er að segja, hún er dökk á hörund og þú veist, það er það sem ég heyri, hvað var í frábært að vera með, þú veist, diversity og þetta Já þú veist, það er mikið talað um þetta, þú getur ekki neitað fyrir það Jú, ég neita þessu, það er bara að sýna sig að policyuna sem hún var með fracking, til dæmis Pennsylvania, það sem er fracking og að hafa ekki valið Josh Shapiro heldur tekið hérna Vance sem að öll fjölskyldan hans er búin að stíga fram og allar ekki að lýsa við stuðningi við hann þetta er ástæðan fyrir hún er að hrapa í könnunum það er ekkert nýtt sem bendir til þess Hörru já, hún er að hrapa síðastleina vikur út því hún er kona núna Nei, ég er að segja af hverju hún er að ná þú veist, þessum atkvæðum skilur, hún er að mælast hærra en Joe Biden sko Já, en ástæðan fyrir hún er að droppa núna er ekki því hún er kona Nei, ég er ekki að tala um það Heldur eru það policyurnar Já, og það sem ég er að segja er að hennar stefnumál virðast ekki vera, þú veist, aðalmálið Nei Það er sem ég að segja, hún sé kona af erlendum uppruna Þú veist, að það sé svona helsti drifkrafturinn sem hún hefur, sko Já, að fólk sé að kjósa hana út af því Já, ok Skilur þú núna? Já, við getum þá verið sammála að vera ósammála sammála hluti Já, allavega kannanirnar sína að það er farið af áhrif að hún er ekki consistent í því sem hún er að segjast að gera með sína policyr Þannig að ég er feitt short á Harris núna og svo er hún náttúrulega með gjörspilt teimi hann í kringu sig þannig að getur allt gerst, kannski kemur Michelle inn Long, hvað erum við long þessa vikuna?
Ég long plokkfiskur sko. Plokkfiskur, ég long Southwest Airlines. Þetta eina flugfélagi sögu Bandaríkjanna sem hefur aldrei farið á hausinn og ég með feita greining á þeim. Ok, þannig að þú ætlar að taka það eftir. Já, það aktivisti komin inn í Southwest. Það verður spennandi. Herru, svo vilja Teyjamenn, þeir vilja vita, Þeir vildu koma framfæri óvæntum frumkvöli, vikunar. Já, það. Birkir Jakob Jónsson. Já, ert þú með það líka? Já, ég var búin að ræða þetta allt Teyjamenn. Þeir vilja vita hvaða frumkvöli að koma sér af stað. Ég held að mun alveg 100% nota Teyja þegar hann fyrir loftið. En þetta atvinnumaður á Ítalíu, Íslendingur. Hann í U19 liði Atlanta. Og hvað var hann að gera á Facebook síðustu viku? Ég ekki vinnur að segja neitt, ég sá þetta bara. Ég veit ekki, hvað var hann að gera? Hann glerfluencer. Já, er það ekki eitthvað svona, held það ekki hendur við ítalska drauminn? Jú, hann nefnilega að framleiða marmara eða gler eða eitthvað svona djúvel, vín eða... Hann hlýtur að vera inspired by Emil Hall sem tók ólífóljur og eitthvað svona ítalsk prodús kemur með til landsins. Heyrðu, hann að fara að framleiða skjágleru sem heitir Vision. Já, það ekkert minna. Gefu ekki klapp. Já, þetta ungur og eflugur frumkvöld, mér heyrist það. En það greinilega nóg fyrir alla í dag. Ég bara ánægði með atvinnumenn sem ekki bara að henda sér beint á Rolexin. Já, einmitt, segðu. Heldur alltaf að vinna inn fyrir honum fyrst. Já, sala á lúxusúrum að draga saman, samkvæmt nýjustu gögnum. Þannig að við erum konum með glerfluencer og verðandi atvinnumann í fótbolta. Ég búið Teyja, þeir spotta þetta. Treystu því að hann vilja nota Teyja þegar hann fyrir loftið. En þessi Teyja vildi samt líka vita var hvort þú værir ekki örugglega að leitast eftir föstu gjaldi. Þegar með netverslun. Það eina sem skiptir máli. Föstu gjaldi í þinni, hvað segir maður? Ekki innheimtu, ég ætla ekki að nota það. Nei, bara vefverslun. Já, bara í þínum greiðslulausnum. Og það ekki að sitja uppi með útlendinga og þeir dett inn á eitthvað annað gengi. Þú farð fastgjald hjá Teyja. Það gagnsæi í fyrirrúmi. Þökkum Teyja fyrir. Eitt gengi. Herðu, áður en ég hleypir í þitt, það virðist vera nóg á dagskrá hjá þér í dag. Já. Ég eiginlega bara kem inn í þennan þátt eins og ég kom hingað eftir sumari. Ég nokkuð þéttur sko. Nokkuð þéttur. Það í obesity warning. Léttur og þéttur. Herðu, ný húsaleigulög tóku gildi núna í byrjum viku bara. Sunnudaginn. Herðu, ég ætla að taka af Oasis og setja bara á vinn okkar í Take 5. Maður svo þetta? Þetta erum við. Nú komið Oasis Billy, ég mun samt koma inn á þá bræður á eftir. Nú, nýju húsaleigulög í byrjun viku, eins og ég sagði, og sko, þessum nýju lögum ætlað að bæta réttastuðu leigjanda. Og svo réttastaða náttúrulega aldrei nægilega rík. Og sko, bara til að svona hlaupa yfir þetta og hundavaði. Nú má ekki vísi til að tengja leigu sem skemmri en 12 mánuðir. Já, nei, var það ekki 12 mánuður og 1 dagur eitthvað? Þannig að það verður 13. mánuðurinn. Núna þarftu að, sko, ef þú ætlar að vísa til að tengja leigu, þá þarftu að gera 13 mánuða leigu samning. Já, akkurat. Ég held að þetta sé alltaf talið í mánuðum. Ég held að þú meir ekki gera, þú veist, eina viku eða eitthvað. Ég veit ekki, svo sem þú getur bara sett einhverja dagsetningu, sko. Sko, fram að þessum lögum, þá var bara samningafrelsi milli einstaklinga. Ég hefði örugglega getað samið við þig 45 daga leigu. Já, en núna erum við allt í nú komið með eitthvað nefnd, þannig að ég þóri ekki lengur að tjá mig hvað má og má ekki. Kommunistarnir er alltaf að stjórna þessu. Já, það er ekki bara sko, það er ekki bara þessi 12 mánuður sem í deglunum, heldur núna þetta líka þannig að það má ekki segja upp ótímabundum samningum án ástæðu. Já. Og þú veist, ástæður gætu verið ýmsar, þú veist, ég veit ekki, hefur ekki fólk yfirleitt alltaf einhverja ástæðu svo sem fyrir því að segja upp leigu, þannig að þetta tóltið svona á gráu svæði, ég veit ekki, en þú veist, það þarf greinilega að taka það fyrir nefnd þessa ástæðu í dag. Og sko, ef við tölum einhver ástæður, ég meina það hægt að brjóta reglunar, þú getur verið að reykja inni sem þú mátt ekki, þú ert ekki að borga leiguna, það kannski ástæða, en það verður samt eins og staðan í dag ekki nóg til að segja upp leigjanda. Ég veit mörg tilfelli þar sem að leigjandi í vanskilum, jável 3 mánuði. Já, og það er ekki hægt og það er ekki hægt og núna á að fara að styrkja það enn fremur, sko. Þannig að maður velti því fyrir sér bara hversu langt þetta á að ganga. Nú, þessi 12 mánaða regla sem ég myndist á undan, hún myndi eðli málsins samkvæmt sko koma til með að þrýsta upp leiguverði. Já. Því að hér fer fólk bara að verja sig fyrir verðbólgu fram í tíman. Akkurat. Þú veist, og það hefur sýnt sig bæði í Hollandi og New York og eiginlega bara allstaðar sem að svona sambærileg regla hefur verið sett
að það fer allt í skrúuna og með þessu skrítið, við erum oft svo seint í svona reglugerðum og byggjum á erlendri fyrirmynd á svona lélegum erlendum fyrirmyndum. Þú veist, allt það sem ég hef séð og ég vil taka það fram að þú veist, ég ekki búin að kafa ofan í málið en blessunlega eru sérfræðingar hann úti sem gera það og matreiða þetta fyrir mann og það virðist vera að þetta hafi hvergi virkað eins og ríkisstjórnin þessi lög eiga að á góðri ensku, heitir þetta rent control basically og þetta yfirleitt einmitt einhvers konar stýring á verði reglum í kringum leigu eða fleira og þetta búið að vera í 100 ár út allan heim og þetta hefur aldrei virkað eins og lagtur upp með New York núna, ég held að median rent, sem bara miðgildi leigu komið yfir heldur $4,400 minnir að við sé það á einhverju ákveðin tegund íbúða, ekki stúdíó heldur 2 herbergja eða eitthvað svona þau eru með þetta rent control síðan 1970 samt það hæsta leigan í Bandaríkjunum þau voru reyna að banna Airbnb það þver öfug áhrif, leiga búin að hækka og þetta færist meira á svarta síður ég held að nákvæmlega sama muni gerast í þessu að leigusalar muni ekki nenn að standa í þessu og örugglega mun einhverju frekar taka áhættuna á því að leigja ólöglega til ferðamanna eða bara hætta að gera samninga gegn því að komast hjá einhverju bulli eða einfallega bara takmarka frambúði og einhverju leiti má segja að séum verðþak líka að ræða hérna út af því að þú veist, það var basically hugsað fyrir þessu dóti að þú getur ekkert bara hækkað leiguna til að verjast verðbólgu sem leigusali þetta hálf vafasöm útfærsla en það segir bara hérna í lögunum þegar meira en 12 mánuður eru liðnir frá gildistöku leigusamnings og umsamin leigufjárhæð íbúðarhúsnæðis eða annars húsnæðis sem leigt til íbúðar lægri eða hærri en markaðslega sambærilegs húsnæðis getur aðili leigusamnings farið fram á leiðréttingu leigufjárhæðar að alltaf markaðsleigu að teknu tillitið þeirra atriða komist aðilar ekki að samkomulagi leiðréttingu leigufjárhæðar skal vísa ágreiningi leigufjárhæðina til kæru nefndar húsnæðismála húsamála til úrskurðar svo fljótt sem verða má og þú veist, hér basically verið að stýra verðinu þú veist, þú mátt ekki hækka og þú veist, nú veltum maður fyrir sér hversu mörg kærumál munu koma upp í kjölfarið þetta verður bara einhver hobby þú veist, og svo líka spurning þú veist, hvernig sambærilegt húsnæði skilgreind það held ég ekki eins og nýlu þú veist, þetta svo rosalega óljóst ég skil bara ekki hvernig Alþingi virkar að það nái að vinna inn í einhverju ráðuneyti augljóslega ekki samráði við neitt á markanum og samt telur framsóknarflokkurinn að þetta sé góð hugmynd til að keyra í gegn hversu mikið afturhald þessi flokkur ef að þetta góð hugmynd og það hvergi vísað einhver markmið með lögunum hver þau að ná fram það eina sem þau mun ná fram afturhald sem að meira segja leigjendasamtökin eru ósammála því að þetta mun draga frambúði og þetta mun hækka leiguverð þetta alveg með ólíkindum og hver allar að bera ábyrgðina á því það mun enginn gera það nei, ekki Sigurður Ingi en einmitt og þetta ég held að það sé ófremdar ástand sem muni myndast þarna að þú veist, kærumál það búið að tala að það úrskurðað innan 2 mánaða í öllum málum svo fyrir þetta hrannast upp á borðin skilur og það verður allt vitlaust og þú veist ég held að þetta hafi ekki neitt gott upp á sig það verður spennandi að sitja hérna eftir ár og sjá hver staðan verður já vel lengur líka út í þetta það mikið rannsaka konsept út allan heim og við erum ekki, þú veist, það hvergi vísað í þetta, við ætlum að fara hérna eins og frækt, við ætlum að taka við ætlum að taka Oslo-leiðina eða við ætlum að taka sænsku-leiðina þú veist, það sem er verið að vísa í eitthvað fyrirmyndaríki í þessu heldur við bara skrifað eitthvað, gert heimsku og þetta verður heimskar Eittin rósáttur, það nokkuð ljóst framsókn ákvað að dæla ofan í okkur kjúklingaskít staðan fyrir að gefa okkur kjúklingasalat og æli svo yfir skítinn en það fleira hérna í deglunni Arnar Sandi, hann þreytist ekki hann er skemmtilegur hann þreytist ekki, hann mun ekki sofa fyrir en áfengi mun lúta lögmálum frjálsmarkaðar ég held að það sé nokkuð ljóst nú hann undra sig á því hvers vegna ÁTVR sé ekki kært eins og aðra netverslanir sem selja áfengi og hann segir hérna í viðtali hann segir, sem náttúrulega rétt þessi stofnun segir í einu orði að netverslun með sölu og áfengi sé brot á lögum áfengisauglýsingar en á sama tíma opnaði netverslun með áfengi sem bara, punktur
þú veist það var náttúrulega greint frá því í vikunni þessi deginum áður en að hann kemur og baunar þarna það var greint frá því að mál 2 áfengisverslana væri komin á borð ákærsviðs eftir að hafa verið til rannsóknar hjá lögreglu í rúm 4 ár þannig að, og svo mál 3 annara svona verslana enn til rannsóknar og hér vill Arnar meina að það sé bara verið að færa pappír af einu skrifborði yfir á annað sem náttúrulega bara rétt, þetta líklega bara í sömu byggingur sko, gott ef ekki á sömu skrifstofu og þú veist, hér náttúrulega ríkisstofnun bara ein ríkisstofnun að kæra eitthvað sem að hefur ekkert annað í för með sér heldur en að tefja önnur mál hjá annar ríkisstofnun, skilur og hugsaðu að sóa tíma lögreglu með þessa dellu í 4 ár eins og það sé ekki mikilvægar hlutir en það virðist vera mikilvægar hlutir þau virðast vera fórgangsraðar rétt því að þú veist, þetta er búið að taka 4 ár að fara af einu skrifborði yfir á annað, sko þannig að en það verður spurning hvernig þetta endar allt saman en svo kom líka fyndin frétt svona já, í allri þessari kreðsu að pósturinn sé búin að vera að dreifa fyrir smáríki í síðasta hálfárið þannig að það verður áhugavert að sjá hvernig þetta allt fer ég held bara þú veist að þetta sé töpuð barátta hjá ríkisvaldinu að alltaf fara að halda einokun á þessu ég skil áfram sko allir Sigur Ingi sé hættur að drekka það akkur eru framsóknarflokkurinn svona leiðilug ég veit ekki já, við ætlum að banna þetta gera leigulög hvað fleira lélegt á þjóðarhöllina er ekki bara komin tíma á kosningu viljum við ekki hafa kosningu bara sem fyrst ég held að þurfum bara að taka Singa gefa honum 2-faldan gin tónik þurfum að hætta þessu bulli hvað er gleðin? Ég segi það, hvað er gleðin spiriti herru, rétt áður en að ég hleypi þér að sá áhugaverða fyrirsögn inn á Vísi viðskiptum þar kemur fram handbært fé 1000-faldaðist milli ára og ég er svona hvaða handbæra fé er að 1000-faldast milli ára vilt þú kannski giska á það? Er það Fertraminn? Það er Fertraminn hann var nú hérna í gær handbært fé þú varst ekki að bera þetta upp á hann? Nei, ég var ekki búin að sjá þess að fyrir þetta á en handbært fé Guðmundar Fertram sko, rauninni er það nær 1200-földun sko þegar ég fór að skoða ársreikningin að þá lítur út fyrir að handbært fé félags hans FNF EHF hafi 1200 faldast á milli ára frá 2022 til 2023 og þetta félag hans þetta er sjálfsögðu eignarhaldsfélag sem heldur utan hluti í 2 félögum sem áttu í Keresis veistu fyrir hvað FNF stendur? Nei Friday Night Funkin' Er það? Ef þú ferð á FNF Meaning þá stendur Friday Night Funkin' það er húmor í kallinum já það er skemmtilegt Þetta leiði á þetta hláturinn þannig að þú ert að tala um að félag Guðmunds Fertram Friday Night Funkin' EHF Friday Night Funkin' sko, árið 2022 stóð handbært fyrir 11 milljónum en í lok árs 2023 í litlum 12,8 milljörðum rúmum eða nána tiltekið 12.848.494.245 krónum en félagið hagnaðist 14,7 milljarða króna árinu 2023 og þá veldi maður í fyrir sér sko hvað gerir maður þegar maður fær slíka upphæð lagað inn á sig ég held að hann hafi verið í Chess After Dark til að svara þeirri spurningu þetta eru $100 million og þú veist, þetta er ekki einu svona öll upphæðin sko því að eitthvað kemur þarna inn 2024 sem alltaf næri ekki inn á þennan ársreikning fjöllum það í einhverjum þætti hjá okkur núna í ár þetta er unreal þannig að þetta er ótrúlegt þetta er líka one man já, þetta er bara einn maður bara, og það var nú fleiri sem að grættu sambærilegt eða svona, þú veist, sambærilegt það var nú eitthvað læra en Nei, eitthvað herra, voru þið ekki Jú, Andri Sveins og Biggi Já, þannig að þú veist, þetta er það verður fróðlegt að sjá hvort það verði einhver uppbygging þarna einhverja fjárfestingar í verkefnum á þeirra heimaslóðum Keresis en sko ég er með fjármála mýtur ég hefði eiginlega viljað taka það fyrir í dag en við skulum sjá hvernig förum í longvikunar you're gonna like it ok með kreditinfo ég ætla að hleypa þér að like kreditinfo með kreditinfo Southwest Airlines hefur þú heyrst það? Nei, ég hef ekki gert það þetta er fyrsti low cost carrier söguna margir segja að þetta er fyrirmyndin að því hvernig Play
Nei, Vá Já, það fór á stað. Ok Sterkur stofnandi Herb Kelleher sem að þú veist var svona bóhem pínu og já, ok, býta aðeins. Sko, félagið, ég tek kannski Herb Kelleher fyrir seinna. Félagið stofnað 1967 í Texas. Það magnaða samt að þeir tóku ekki fyrsta flugið fyrir 1971 út af hverju? Dómsmálum. Á þessum tíma í Bandaríkjunum bear with me, 1967 var sko Aviation Institute stofnun eða bara eitthvað eins og þessi leigulaga ógeð þegar framsóknarflögnum flugeftirlitið flugeftirlitið eða eitthvað sem að bannaði flug milli ákveðina ríkja án leyfa eða bara miðstýringar, þú veist þú máttir ekki stofna flugfélag inn á ákveðina höfpa nema að fá leyfi þannig að þetta var bara oligopoly eins og heitir á góður íslensku fákeppnismarkaður. Það var lúppa á þessum lögum sem að náðu ekki til stjórnar innan ríkja. Þar að segja, þeir máttu ekki stofna flugfélag og fljúga frá Texas til Alabama á þess að fara í gegnum nefndina sem var ómögulegt. En Herb og viðskiptafélagans Rollin King bjuggu til viðskiptamódeli á servíettu sem gekk út á að fara í samkeppni innan Texas á milli Dallas, Houston og Austin. Það var sem stóri nógu stór markaður til að bera þetta þrennt eða þú veist, bera flug milli þessar þriggja borga og þeir komast ekki í lofti fyrir hann 1971 verður bara kærðir strax sko, völlurinn sem þeir flugu frá í Dallas heitir Dallas Love-Field. Þeir tóku þetta alla leið þeir kalluðu höfuðstöðu sínar Love-Field Headquarters eða The Love-Field, já allar flugleiðir hétu Love Lines þú varst ekki að fljúa sem sagt annað en Love Lines það voru leggirnir flugið á milli þessar þriggja borga var kallað The Love Triangle ég var búin að segja það eftir mann flugfröðunar voru kallaðar The Lovelies og stock market symbolera í Bandaríkjunum LUV L-U-V þeir sem sagt búa til þetta koncept low cost airline og þeir þurftu meira að selja fjórðu vélina sína til að eiga fyrir lögfræðikostnaði þegar þeir voru komnir að stað og á þeim tíma var mjög algengt að vélar voru klukkutíma að afferma og borda. Þeir tóku peningin að þeir selja fjórðu í að vera með mest lean operationið og náða að koma þessum tíma í undir 10 mínútur þannig að á þeim tíma var það gífulegt samkeppnisforskot að þú þurftir ekki að bíða klukkutíma eftir að borda heldur varstu bara 10 mínútur með þeim 50 mínútur og 50 mínútur þetta 100 mínútur sem sparast í heilan helling og svo þetta bara kannski klukkutíma flug þarna á milli þannig að þeir eru kannski að græða 2-3 leggja á dag auka afköstin alveg vel þarna sko allavega þeir eru farið loftið og takaði flugverð í Texas niður einhver 60-70% byrjaði að geta upp markaðshlutdeild af þeim sem voru fyrir þegar samkeppnin byrjaði að lækka verðið þá fóru þeir í heldur snjallt campaign þeir sögðu þú getur borga verðið þeirra eða þú getur borga okkar verð og þú fær fría viski með og á tímabili þarna í Texas þá voru þeir stærsti viskisali í ríkinu jú, út af því að það voru bara hvaða marketing genius Herb Kelleher og það voru fyrir einhverja 5 mismunandi tegundir þá seldu þeir mesta viski í Texas í einhver 5 eða 10 ár meðan það var í gildi á 5 árum eða til ásins 1976 þá náðu þeir 70% markaðshlutdeild í Texas hinn flugfélögin annarkost gáðust upp í samkeppni eða fóru á hausinn og ætluðu bara að leyfa þeim að eiga Texas 1978 síðan farið í deregulation á flugbransanum og þá gripuður gæsina og byrja að vaksa í dag eru með 121 flugleið öll Bandaríkin 819 vélar í rekstri en byrju, þetta sem sagt og fljúum Bandaríkin, Mexiko og Kanada ef þú tekur ICR til samburðar ekki ICR með einhverja 40 vélar Play með hvað, 13 eða eitthvað ég er ekki með þessa tölu í haustum á mér þeir voru líka fyrsta flugvéli til að búa til og selja í gegnum heimasíðu flugmiða, Southwest sáu spartnaði því upp á 2000 af hverju eru þau ekki starri í dag heldur en ég held að séu annað þriðja stærsta flugfélagi í Bandaríkjunum það? Já þau voru líka fyrsta flugfélagi til að búa til e-tickets þar að segja rafræna miða sem á gast fengi senda í tölvupósti eða síma og það eru sennilega fjórða stærsta ég verð að viðkynna, ég hef aldrei heyrt Southwest Airlines nei, býtu þá spenntur því að núna er ég að vera að búa með söguskýringuna þeir eru eina flugfélagi sögu Bandaríkjana sem hefur aldrei farið á hausinn og þeir voru réttum megin við núlið þar að segja rekni með hagnaði í 47 ár það er reyndar
eða 46, fram til ásins 2020. Ótrúlegur árangur hjá flugfélagi. Og svo kemur COVID, auðvitað. Hins vegar, þá búið að bara síðastliðin ár, eiginlega síðan 2018. Hann náttúrulega deyr kallinn 2019. Var hann involveraður öll þessi ári, eða? Já, ég held að hann hafi verið orðin hérna, sko, hann var orðin svona, eins og Fertram var ekki stjórnarformaður Kerecis og þegar hann var ekki að vinna heldur orðin meira svona ambassador chairman. Þetta meira svona bara til að heiðra hann. Emitt. En hann var alveg fram á síðasta dag. Sko, Brasi eftirfarandi. Elliott Management, sem eitt af stærri sjóðstýringafyrirtækjum í heiminum, komið í slag við stjórn, hluthafa og alla og allt sem snýra Southwest og þau bjuggu til heimasíðuna núna í júní strongersouthwest.com Þar má finna 65 blaðsíðna PDF-kynningu á hvað þeir telja að þurfa að gera og svona í stuttumáli, þetta náttúrulega fáránlega vel unnin vinna þá snýr það bara að því að reka alla framkvæmdastjórn og losa sig við alla sem að hafa komið að málum þannig að síðan 5 ár en þeir benda það að félagi búið að missa 50% af markasvirði á 3 árum neikvæð ávöxtun 5 ár í röð á hlutabrjónum ég held að það hafi verið neikvæðar afkomu viðvaranir sem sagt svipa á bara með ICR heima eða það sem er að taka niður EBIT viðvarana eða þú veist, ná mikið EBIT þeir eru búin að vera í þessu öll lengur og núna er Southwest með verstu hagnaðar og framleiðatölur meðal jafningja í fluginu og þeir eru yfirleitt borðnir sama við Delta, United og American Airlines þessi eru 4 stærstu ef ég horfi aftur 2018 sem er svona árið sem þeir vilja fara aftur til þá voru Southwest fremstir meðal jafningja með 18% EBITDA hlutfall EBITDA, já það er sem sagt R-ið var fyrir rent Já, það er reyndar rétt hjá það líka ellið, lís eða rent sko, þeir kalla þetta EBITDAR Sko, EBITDAR er restructuring or rent cost Já, þú veist, rentkost á vélinni en ellið er bara lís, það er að sama Sko, ég fer að ljúka þessu en mér langar að taka upp nokkra hluti sem Southwest er ekki að gera sem að önnur flugfélög eru að gera sem þeir verða bara, við höfum að breyta þessum skot Assigned seating, þú getur ekki valið sæti borðið Southwest, ekki enn þann dag í dag Ok, þannig að þetta er eiginlega sko, já, ok, þannig að þeir hafa aldrei verið með að velja það var kostur er að fyrstum sinn Ég held að væri komið hringin Nei, kostur er að fyrstum sinn og hlutaði að þeir gátu porta á 10 mínútum var út í að þeir sögðu bara, nú fara bara allir röð og þá raðaðist bara einhvern veginn upp svo naturally að þú veist bara fyrstu kemur, fyrstu fær nánast En þegar þú ert með sætin þá ertu ofta eitthvað að bíða eftir að einhver er að fara eitthvert Það er bara eins og þú þekkir Ég veit svo sem ekki það ætti að vera miklu lógiskar að gera þannig Allána, hefur virkað Heyrðu, þeir sé að fara á misvið miklar tekjur að þú getur ekki borgað fyrir sæti Premium vörur Þau voru seinast að með Wi-Fi og hleðslur í vélar og curtains sem er vinsælt einhvers staðar. Já, bara gardínur fyrir eða svona. Ég hef aldrei leikt með gardínur í flugi. Er það eitthvað sem að... Ég hef aldrei verið í flugvél. Þetta var dálítið í gamla daga. Það var alltaf svona... Eigum við ekki að búa til... Núna er þetta náttúrulega bara lok, skilur. Já, ég skúpaði núna. Ég var að hugsa hvort það ættum að gera síðan að Let's Play.is þar sem við erum svona farið að selja gardínur farið að assigned seating sem þeir eru með og annað, lokum eitt sem að Southwest tekur ekki mál. Núverandi stjórn segir að muni aldrei gera þess að þarf að losna við hana. Check bag fee Þau eru ekki að rukka fyrir eina alveg upp að 2 held ég töskum í basic farmiðanum hjá sér og þú veist þetta er orðið þannig sko núna held ég hjá Icelandair í innanlandsfluginu að þú getur bókaði flug og það er uppselt í flugmiða þannig að þú ert ekki einu sinni með farangur sko Já, bara personal bag svona, þú veist, personal hlut sem er eiginlega gali, sko, af hverju ættir ekki alltaf að geta bókað í það flug eða það er laust í önnur, sko Maður samt velti því fyrir sér hvenær næsta bylgja kemur í fluginu Þú veist, þau hafa augljóslega mista af þessu svona Já, síðan 10 ár er fractional eitthvað, þú veist, bara svona þú pantar Ancillary revenue Já, eitthvað svo leiðis, já Maður velti því fyrir sér hvenær, þú veist, þegar flugfélög er ekki ríða feitum hesti í dag Hvenær þarf að fara að endurbyggja þetta tekjumódel upp á nýtt sko og þú veist það þarf að verða einhver nýsköpun þarna Já, bara svona lokum meistararnir á baku þetta farið á strongersouthwest.com 65 blaðsina kynning sjá 87% uppsætt í bréfunum ef þeim tekst að koma sínum málum að
sem samt basically bara komast á par við sömu EBIT tölur og þeir voru með 2018 sko. Það þeirra spá 87%. Já, þú getur séð þeir eru með hérna, hvað heitir þetta galdararnir sem að þessi þú býrtir svona scenario analysis ef við náum 0,5% í EBIT þá eiga bréfin inn í 20% sensitivity, næmnigreining akkurat rétt orðið maður kemur beint úr akademíunum með þetta já, ég trúa það var síðan að koma grein hérna bara frá því lok ágúst að þau væri nú þegar stjórnin byrjuð að implementa mun byrja að taka upp hérna seated pricing 2025 þannig að þau eru að hlusta og ég langur Southwest 15 árum og seint já, lítur út fyrir það þannig að tjekkja á sem Southwest Airlines en herðu það eru í byrjónum og þetta var, hvað, í búið Creditinfo? Já, Creditinfo, þú veist þeir spurja sér svona, viljum við ekki fara að fá kynninga, þú veist, hvernig hefur þetta verið gert á Íslandi? Herru, við ætlum að taka þetta fyrirtæki hérna, gera eitthvað, já, Origo reyndar gera þetta nett hérna Alfa, þeir tóku Origo að markaði það var samt ekki svona detailed með hvað verið að fara að gera bara afskráða og ná fram betra virði sem að hafast Origo í búsandi málum í dag toppmálum það hefur ekkert fleira, þú veist eins og þeir keyptu Heiðar út í sín hvað ef það hefði verið bara hérna framtíðarsýn.is þar sem allir hefði bara séð 40 blaðsína kynningu og þú fær hluta á hann svolítið með þér það allir, en þú veist, þetta alltaf eitthvað svona herðu, við ætlum að gera þetta, en það veit ekki hvað það var að gera Nei, einmitt, þetta góðu punktur sko Þetta mætti fleiri fyrirtæki taka sér þetta til fyrirmyndar Ég held við þurfum bara fleiri aktivista á Íslandi svona, bara einhverja leiðilega gaura sem eiga pening kapitalíska aktivista Já, alltaf aðeins að stríða lípunum og fara að gera eitthvað Það eru alltaf þetta í búið Creditinfo farið þangað inn, skráðu ykkur í áskrift ásetningar stór verðmætar upplýsingar þar þakka þeim fyrir, ég vil koma Jómfrúnni líka sem er formulega búið að selja upp jólin búið að selja upp jólin ég held að það sé óvægt að segja ég reyndar á leiðinni sko, ég á 2 eins og staðan núna, þá ég 2 pöntuborðum jólin og ég mjög líklega á leiðinni bara á ammælinu mínu á Jómfrúnna líka Já. Þannig að þetta ekki bara fyrir jólin, þetta fyrir ammælið, þetta fyrir undirskrifaðan viðskiptasamning og ég veit ekki hvað og hvað. Það líka smá í tísku núna nýjar húsaleigureglur og ég veit ekki hvað og hvað. Að vera að byrja bókin í janúar fyrir vinahópa sem eru fjölskyldumenn jólin en vilja fá sér eitt svona til að rétta sig af á nýju ári. Já. Það ennþá laust þar. Já. Þannig að ég mæli með því. Það ekki spurning, heyrðu, ég er með smá umfjöldun núna stórmerkilega myndi einhver segja einhver vilja tala að þetta sé eitt stærsti tónlistafviðburður sögunar sem er eiginlega ótrúlegt með að við hvaða hljómsveitir rættum, ég meina Oasis auðvitað risastórir í Bretlandi og að einhverju leiti í heiminum en langt frá því að vera einhver vinsælasta hljómsveit allra tíma en það hefur alveg ekki farið fram hjá mörgum að þeir eru að koma saman aftur núna bræðurnir, Liam og hérna Noel og svo var þarna þriði sem ég man ekki hvað heitir, hann vissulega ekki bróðir þeirra held ég svo hlustuður að heyra þá ég kannski ekki eða veist, ég fíla lögin þeirra sko en ég hef ekkert verið að fylgja þeim eitthvað í gegnum tíðina Nei, þú ert ekki þungur en þeir eru að koma saman aftur og alltaf halda tónleikaferðalag Bretland næsta sumar og það Paul Bonehead, Arthurs gæti verið, man ekki eins og hvað hann heitir Já, sko, þetta eru Noel Gallagher, Liam svo er einhver Tony Macarol og Paul Bonehead Já, það eru örugglega einhver að öskra í kotta núna bara en þú veist, ég bara byggðist afsökunar og fyrir mig ábyrgð á þessu öllu saman Setta á eitthvað með Oasis? Já, ég byrjaði nú þáttinn á því Wonderwall Já, ég ætla að setja Don't Look Back in Anger núna Já, það er mjög gott fyrir fólk sem er reitt út í umfjöllun hér Já, ég hef reglulega spilað það á gítarinn líka sko Þetta er nú allt í ganni gert Tekur þetta með í partíð Er þetta ekki að spilast hérna? Já, þetta er við En hérna, það er óhætt að segja núna Iddi, að það hafi skapast alvöru læti í kringum miðakaupin og við höfum nú rætt módelkennt við dýnamíska verðlagningu eða dynamic pricing sem miðað við umræðu út í Bretlandi núna virðist vera eitthvað sem fólk sé að uppgöta bara í fyrsta sinn núna þannig mál með vexti að fyrirtæki bara eins og með flugmiða Já, þú veist, ég er að segja það sko, þú veist, en þannig mál með vexti að fyrirtækið Ticketmaster sá sölu á tónleikaferðalagi þeirra bræðra og eftirspurnin var
svo snar biluð að miðaverð á tónleikana alltaf þrefaldaðist frá upphaflega auglýstu verði í þessari, þú veist, ekki endursölu, nú ég bara að tala forsalan, þú veist, á tónleikana og það var þökk síðan þessu dýnamíska verðmódeli og þetta náttúrulega eitthvað sem að fólk sem að hefur bara keypt flug eða staðið í leigu á Airbnb eða eitthvað ætti að hafa kynnst þessu dynamic pricing módeli en sko ósætti aðdáanda hefur gengið svo langt að sko nú hyggst ríkisstjórnin í Bretlandi skoða þetta verðlagningamódel og tækni sem tengist biðröðum í miðasölu Ætla sem komin úr Keir Starmer að fara að skipta sér að þessu líka og allt verður þetta gert í samráði við neytendavernd þar í landi og sko og maður spyr sig sko hversu langt afskipti ríkis eiga að ganga núna í þessum geira að nú að fara að þvinga listamenn upp á svið fyrir einhver x fjárhæð bara, þú veist, þeir ráða þeir geta alveg sleppt í að mæta ég vona að við búum ennþá við þannig árferðið þannig í Bretlandi sko þessi samfylkingamenn í Bretlandi sem að stjórna það virðist þeim ekkert óviðkomandi þeir eru farin að fangelsa fólk fyrir skoðanir á netinu maður held þetta að vera á leiðinni í hina áttina í Bretlandi en þetta eiginlega orðið róttækara vinstri að þetta sko og þessi Keir Starmer virðist vera bara argasti kommunisti sko já og sko þú veist, svona í alvörinni talað þetta dynamic pricing hefur verið bara við líði, ég veit ekki hversu lengi í flugbransanum, þú veist allir þessi ekki sennilega svona fyrsta ég hef reynda lengi kallað eftir þessu þetta heitir concert control á ensku það að segja sko þá erum við með nefnd á við framsóknarflokksins og samfylkingarinnar sem að stjórna verðin á tónleika og ef það ætlar að hækka miðan og mikið það má ekki sko en þú veit og 10% verður að vera fólk litað eða annað en þú veist, til að fara aðeins svona í sauman á þessu dynamic pricing model dýnamísk verðlagning, þú veist, þetta ekkert nema bara framboð eftirspurn ef að engin, þú veist, ef það engin eftirspurn eftir miðum, þá lækka miðaðir en hér var bara langt umfram eftirspurn það var talað sko 1% líkur og myndi ná miða það var 1,3 milljónir miða í sölu sem segir okkur að þú veist milljón manns að mæta já, þetta eru held ég 13 tónleikar já og sem segir okkur að það talaði 1% líkur og ef við bara uppreiknum það þá talaði að alltaf 130 milljón manns hafi reynt að ná miða, þú veist, þetta voru færri að reyna að ná fleiri miðum en það var talað 1% líkur að þú myndi ná miða og þú veist það sem gerist er að bara verðið hækkar með eftirspurninni þetta er framboðsbrestur, það þarf að stjórna þessu en nú á, þú veist, ætlar ríkisstjórnin að fara að kanna þetta og þú veist, ég veit ekki hvort þeir ætla að banna þetta en þarf þá ekki að banna þetta hjá flugfélögum líka ég veit og fleira, þú veist, á að setja listamenn þau þurfi ekki að halda tónleika það er nefnilega beautyð við þetta, sko, þú veist ég veit að Paul McCartney hélt tónleika fyrir innan við 1000 manns þar sem miðaverðið var, þú veist, bara einhver 100 skallar, sko og þú veist fólk frjálst að gera það sem það vill, vona ég, í þessum efnum, sko. Þetta er svona bara eins og enn og aftur allir heimskan í Evrópu að skjóta sér í lappirnar. Ef við myndum band í Bretlandi og við segum bara, heyrðu, þá höldum við bara tónleika hérna í New York eða Dallas eða Texas og bandaríkjamenn ætluðu ekki að gera þetta. Sko, af þessum 130, hvað heldur að myndu markaðar myndu örgulega bara stækki Bandaríkjunum þetta er bara heimska en þú veist en það er nóg að henni í búið í dag þetta virðist, þau virðast vilja ganga svo langt að allavega skoða tæknina þarna á bakvið og væntanlega vilja setja einhverjar hömlur á þetta nú en þessi tónleikar sko það er talað um það að mati sérfræðinga að breskt hagkerfi geti notið góðs af þessu og benda á að Tour Oasis muni skila svipum tekjum í þjóðarbúið og Taylor Swift gerði með sinni tónleikaferð sem gaf talaður 1 miljard punda innspýtingu inn í breskt hagkerfi og þú veist, það er náttúrulega fólk hvaðan úr heiminum sem er búið að tryggja sig með það og þú veist, við þekkjum þetta íbúðaverð og þú veist, hótelgistingar og þú veist, bara basically túrismi í kringum þetta en svo tala sérfræðingar sömuleiðis það að tónleikaferðalag þeirra gæti samtals verið virði alltaf 400 milljónum punda
og það talið að hvor bróður fyrir sig geti hagnast yfir 50 milljónir punda sem um 9 miljardar íslenskar króna á mann sem samt helmingi læri upp en Guðmundur Fertram fekk fyrir sölu sínu sölu á hlut á Keresis þannig að þú veist stórir peningar eða ekki þú veist Shit, hvað afrits á koncert á? Það verið 11 eða 13? Já, 9 miljardar ef þeir eru með 13 tónleika þá þetta einhver 800 milljónir per tónleika sko eða eitthvað svoleiðis, ekki? Þú myndir nú stígu upp á svið fyrir það? Já, ég rættur ég myndi pína mig upp á svið fyrir það en sko, þú veist, þegar ég fór að sjá þetta 50 milljónum punda, ég fór að hugsa þetta einhver upphæð fyrir þá bræður og kemur ljósa heldur betur svo að sko, mér varst áhugavert að sjá hvernig þeir standa, ég hafði gert ráð fyrir með hvað þeir voru stórir að þeir væru miklu ríkar í dag sko, Liam sem yngri bróðurinn syngur flest lögin hann metinn á $6 milljónir $6 milljónir, hann næri ekki einu sinni milljarði sko. Milljarði íslenskar króna Noel hins vegar metinn á $70 milljónir því að hann hefur samið nánast öll lögin þeirra og þar að leiðandi að hyrða streymistekjur Liam hins vegar og það talað að Noel sé ástæðan fyrir því að þú veist, þeir hafi ekki komið saman fyrir núna því hann bara hreinlega vildi það ekki en Liam hefur alltaf talað það í fjölmiðlum að hann sé bara tilbúinn og jari og með það við, þú veist, stöðu eigna hjá þeim, þá skil ég af hverju að Liam sé tilbúinn en Noel bara sáttur sko sko, ég nenni ekki að fara að lesa í beinni en samband þeirra styrnaði víst eða þú veist, þeir slitu upp á Oasis Ertu að fara að segja þetta? Nei, þú veist, þegar að 2009 Liam lamdi bróður sinn með Tambourine, hvað það? Tambourine, þetta ekki Bara einhver kontrabassi eða eitthvað? Já, veitu það má þá bara leiðrétta það hér með Ég ætla bara að fullera það að Tambourine kontrabassi Ég man ekki hvað áður en að lappaði af sviðinu sko en það víst hægt að lesa Tambourine, það hristið tromman hans sem var alltaf með Já, þú ert að tala svona handfiðlu Nei, svona tromma, einhver Já, Tambourine En einmitt En já, bara þú veist, þeir eru að koma saman og þeir munu græða vel bara svona til að summera þetta upp og það einhver að tala að þetta sé þú veist það hefur bara aldrei verið svona mikil eftirspurn eftir miðum á tónleika og þess vegna allt vittlust í Bretlandi núna það eru svo ógeðslega margir sem að náðu ekki miðum þessu þarf að stýra og leita svo til ríkisins og ég held að svarið við því sé að það þarf að stýra þessu bara en já, þar með þér minni umfjöllun lokið hér þá ætla ég bara að hleypa þér að Sneaky og það Sneaky bóði Origo eiginlega bóði Spensen sem innkaupagreiningin frá þeim bráðsniðu tól fyrir okkar allra best fólk sem liggur yfir kvittunum sem að þarf að skanna rafræntinn og fylgjast svona aðeins með spending hjá liði Sneaky Já, veistu hvað ég er að fara að tala um? Spensens Þetta er sjálfvirk innkaupagreining Já, akkurat. Og það minn maður hérna á forsíðunni Stefán Hirst Þvílík gæði Býtulega mér að sjá mynd á hann Þetta er Hirstarinn Já Hann flokkstjóri minn í úlingavinnu hérna í den Já Hann er að standa sig gríðarlega vel að það Jöfull sem hann hefur ekki verið að fylgjast með innkaupunum hjá þér þá heldur hljóðast alltaf að laumast inn í runna og Ég sá innkaup fyrir Ger ekki neitt, þetta liggja hann á bakkinu og jarmar bara Ég sá innkaup fyrir hann og reyndar Ég fór og keypti eitthvað tjald fyrir hann áður en hann fór á þjóðatíð Já, hann hefur kannski byrjað að fylgjast með reikningu og strax á Herðu, ég gerði mistök að opna gluggan, þú kannski lokar hann það er skítkalt hérna En farið inn á Sko, ég er að fara að tala um sneakers og þetta er svona pínu í framhaldi af umfjöllinu Nike hérna daginn Ég fór aðeins að spá í þessum skómarkaði og þetta er nefnilega orðið heldur flott Sko, flott og ekki flott það er einhvern veginn eins og í COVID þá hafi allt orðið að hráfuru og hérna í dag eru til 2 kauphallir með hérna sneakers, hvað er íslensk orðið? Götuskó eða bara svona strigaskó? Strigaskór, eða ekki? Já, önnur heiti Goat og hinn heiti StockX og þau eru bæði byrjuð að birta skýrslur og svona sem sagt bara velta á markaði, hvað eru heitustu vörurnar, dýrustu skótnir, lalalala og svona aðeins í framhaldi af Nike umfjöllunni eða mannst eftir henni þar sem að Nike er búið að vera aðeins að koma sér bobba með ákvörunum Hvað sögðu við í þeim þætti? Hann er svona 20% vinsællari heldur en flestir Fólk vill bara heyra stocks Foreign stocks Það er allir komnir inn í Nike Það er allir á leiðin Southwest
Sko, GOAT, StockX eiginlega bara styrkjaði enn frekar að staða Nike á toppnum er hann ansi shaky. Hins vegar markaðurinn í heild eiginlega í frjálsu falli og það búið að vera 25% verðfall á eftirmarkaði að meðaltali síðastliðið ár sem þýðir að lið sem ætlar að vera að kaupa eitthvað limited edition skó á kannski $500-600 til þess að selja á 1000 farið valega. Þetta búið að koma alls svakalega niður síðastliðið ár. Já, það maður hefur séð beintengt við verðbólgu og stýrivexti að þú ert ekki lengur að gambla með strigaskó. Maður hefur séð heilu biðraðirnar náttúrulega hérna fyrir utan eins og húrra og annað sko. Þeir einhverjum svona skór koma. Já, þannig að þeir sem þungir þar setja kannski bara peningin á vaxtareikning og eða borgin á láni hendi tjaldinu í geimslu bara. Já, eða allavega að gera ráð fyrir að þeir sé ekki fara að selja strax skóna. Sko, það var annað hérna að talað endursölu hlutfall á hærra verði, já, búið að fara úr 80% í 50%. Þannig að fyrir ákveðna tegundir gastu verið bara, það var 80% að fóru upp, en núna bara svona 50% fyrir ákveðna tegundir. Ok, allt í góðu. Heyrðu, það sem eiginlega að taka yfir markaðin hérna úti eru usual suspects, Hoka, sem við höfum einhvern veginn áður. Hoka, já. Og ég ætla að leyfa þér að giska svolítið, hvaðan Hoka? Ég ætla að segja Finnlandi. Franskt. Okay. On það Finnland. Nei, við höfum tekið það fyrir áður. Það frá Sviss. Og hann hérna okkar maður Federer Þetta í sko, þetta í mikil upprisu. Já, ég með tölu fyrir það. Frúin mín mikil tískuunnandi. Mikil tískuunnandi. Hún dottin í það. Já, það bara On og Hoka. Það hefur Nike og Puma, þetta bara glemdu því sko. Ég að segja það kallið minn. Asics. Já, hvað það? Finnlandi. Japanst. Brooks. Finnland. Philadelphia. Ég hlýta hitta Finnland einhvern. Þú hittir ekki eitt. Brooks orðin nummer 1 í hlaupaskóm fullorðna í Bandaríkjunum. Og ég bara orðin háður Brooks skóm. Ég fyrir ekki neitt annað. Ég fór í fíla. Já, það geti verið hlaupaskó. Ég hef alltaf fílað. Já, það, þú veist, svo náttúrulega alltaf comeback á ákveðnum. Ég á með hérna sölu aukningu eða mesta aukning On. 15.000% aukning í sölu á vörum frá þeim. MSCH sem ég glemti nú að kíkja á 290% aukning. Salomon 202%. Asics 72% og Off-White 54%. Þetta þau 5 brönd sem hraðast vaxandi fyrir eftirmarkað á sneakers. Nike bara reyndar svo stórir en aðeins farnir að sitja eftir úr. Varstu ekki með þarna ECEW hérna, I can, I will. Það eitthvað merki líka sem að rísa hátt. Já, getur verið. Það allavega ekki komið inn í skýsluna á þeim. Aðeins aftur á Nike og þetta svona framhald af því sem við rættum síðast. Eitt sem að það búið að lasta þá mikið fyrir að þeir eru komnir í off-framleiðslu á prestige vörun sínum. Það að segja öfugt við Rolex ef það veita hölk eða einhver tegunda úri bara, það mesta eftirspurning hérna, þá þeir vísið til að segja flott, þá bara framleiðu 20% minna því á næsta ári. Limited supply. Já, Nike hefur verið að gefa í undanfarin ár, þannig að Jordans 1 sem víst bara geitin í öllum sníkeraleik. Já, bara mest seldu skór allra tíma. Já, og þegar þeir voru komið limited edition fyrir 5 árum, þá seldust þeir eiginlega bara áður að þeir voru komnir í sölu. Fólk var bara tilbúið til að borga búðastjórum fyrir að fá þá og alls konar bellibrauð til að eignast á. Í dag það bara svona hæpið að þeir seljist upp því að það svo mikið framleitt að þeim sem fara að hafa áhrif á hérna þú veist áhrif á stöðu þeirra sem svona the prestige one. Já, einmitt. Aðalskotni. Þeir ég búin að staðfesta þetta, þeir eru í fyrsta sæti, Nike Air Force 1 í öðru, Nike Dunk í 3, Nike Air Yeezy í 4, Nike Air Max í 1, þannig að Nike með 5 mest seldu skó allra tíma. Já. Sneakers. Ekki Yeezy Adidas eða? Nei, Nike Air Yeezy. Svo Adidas Yeezy í 7. sæti. Já, ok, ég var nefnilega að fara yfir það. Var hann ekki cancelaður hjá Adidas? Jú, ég var nefnilega að fara yfir það. Adidas, næststærsti keppinauturinn, eru sjálfur búin að fá smá skítstorm yfir sig í þessum málum fyrir 2 árum þegar þeir þurftu að henda út Yeezys vegna hefðunar Kanye West. Þeir sátu á lager af Yeezys fyrir $500 million sem þeir mátti ekki selja. Þeir fengu leyfi ár til að byrja að selja restina. Fannst ég að lager af skóm fyrir $500 million? Já, það var bara það sem var búið að framleiða Yeezys og hérna mátti ekki selja á en eru búin að semja við Kanye, þannig að það komið aftur í sölu
en verður ekki framleitt aftur og hér segir að Adidas eigi highest risers núna sem sagt á þessu ári það er Adidas Samba Adidas Campus og Adidas Gazelle þannig að getur einhver kíkt á hlutabröðin í Adidas hvernig gengur það að lokum þá er New Balance annað merki sem er í miklu vexti og það sem er skemmtilegt við það þetta er brand sem fyrir COVID þótti svo hallarslegt að það var bara hana, engin influencer myndi vilja láta sjá sig í þeim þetta var fyrir boomer dads í Bandaríkjunum bara einhverju feiti gamli kallar í New Balance Já, þetta held ég reyði ekki feitum hesti sem íþrótta sem sagt Nei En svo er þetta núna sem strigaskúr ég á til dæmis New Balance strigaskúr Já, og þetta var alveg ægilega hallarslegt Markasteildin byrjaði að spila inn á það hvað þetta var hallarslegt út af því að þau voru búin að spotta svona ákveðnir influencers voru byrjaðir að vera í þeim voru svona sá eitthvað revival og ein auglýsing sem er heldur góð það var hérna mynd af New Balance sko worn by supermodels in London and dads in Ohio sló í gegn það er heldur gott og þau eru vist búin að vera með nokkur svona dorky campaign það sem eru að sína fram á bara heyrðu hérna er bara áhrifavaldar í þessu og svo feiti gamli pappar og fólk er svona já er áhrifavaldarnir ok flott að gera það Þú hefur glelt það? Nei, þú hefur elt feitu gamlu pappana Nei, ég hef bara farið eftir tískur rálegningum frúnar Já, en hérna talandi öskri kottan, þetta var svona bara stutt sníki yfirferð Skemmtilegt Dráhauður markaður Við ætluðum að reyna í sumar að fá til okkar einhvern sem að væri svona fashion trader væri að kaupa hérna Hermes töskur og selja og eitthvað Var það ekkit úr því sko Við fengum bara ekki eitt sjátt einhvern sem er að stunda þetta Þannig að þetta var best sem ég gæti gert Það var að tala aðeins sníkermarkaði Það væri náttúrulega Gummi Kíró sko Já Er hann samt að, þú veist, fjárfesta? Ég hef ekki hugmynd Er þetta ekki mest neysla? Er hann ekki að nota mest af þessu? Já, neytandi Því að þú náttúrulega sko notar ekki skó sem hún fjárfestir í sko Þú veist, frændi minn hefur keypt svona í húrra Og þú veist, og hann bara fer með þá inn í skáp Og þar eru þeir og svo sér hann bara verðið á netinu hækka, skilur Já, þetta er bara þannig Já Þetta er bara þannig sko Já, það er allt orðið að ráfuru sko Já, $500 milljónir af skóm Það er fínasta ráfara Já, en hugsaður hvað hann þarf að hækka mikið eins og upp á fyrir hann ef hann ætlar að selja til Bandaríkjana Flutningskostnaður og skókassa er örugglega bara $100 Allavega tvöfalda þetta sko Já, þannig að þetta er að verða risky bet Markarinn er að koma niður, farið varlega en spáiði í nikkarunum Adidas On Salomon, A6, Off-White og hvað fleira, New Balance Já, og spáðið líka í Spensens hjá Origo Það er bara spáðið því Getið farið inn á síðuna hjá þeim og fengið ráðgjöf Sent inn upplýsingar, fá ráðgjöf Heyri það, ég vil líka koma inn á Simon Pay Talandum sko, hér tölum innkaupa greiningu, jafnvel stýringu Ég tala sko kostnaðarstýringu Já, ég tala kostnaðarstýringu þegar á við Simon Pay Já. Því að ég get sett á því aðgangsheimild Já, limitaði mig Ég get það er þetta limita með korti frá Simonum Þetta er stórsniðulausn og sko, ég þreytist ekki á að nefna í sambandi við bókarann og fjármálastjóran Þú elska þetta veist, Ég ætla ekki að ganga svo langt að segja setja sparaði 90% af tímanum en þú getur sparaðir ansi góðan tíma á því að vera í kerfinu hjá þeim og þetta er bara venjulegt kreditkort sem að, þú getur vissulega eins og ég segi þú getur aðgangsstýrt, ég get búið til fyrir þig hérna á fyrirtækið okkar, sett 75.000 kall og farið ekki meir út vikuna Þetta er samt svona moment þegar þú ert með þetta þegar þú ert að fara í Simon Pay þetta er svona hvar varstu þegar tutnarnir hann að fjallu þegar Michael Jackson dó Ég var í skólaskjóli einhver svona fleiri sem eru reyndar allt neikvæðar upplifanir Þetta er fyrst skiptaðinu sem ég var með jákvæð upplifun þegar ég skráði mig í Simon Pay og ég fekk ekki kreditkort í hendunar heldur beint í síman Það er nefnilega snildi við þetta Hann galdraði þetta í síman Þarf ekki að býða þetta helvítis plasti það er ekkert helvítis plast hjá símanum Já, og ég man alveg hvar ég sat í skrifstofustól og ég var að lesa leiðbeiningarnar og ég trúði þess ekki þannig að ég held að fólk þurfa að upplifa þetta til að vita hvað er að gera Hefur þú lent í þessu? Með Simon Pay, ég lenti í svipuðu sko Þetta er ótrúlegt, þannig að það er ekki prentað eitthvað kreditkort fyrir ykkur Ég man hvar ég var inn í fundarherbergi inn í höfuðstöðun Simons og ég var bara, Já. Er það að meina þetta? Ég held nefnilega fólk Það er einhver mikla fyrir sér, það er að fara að panta mismöndi kreditkort fyrir lið Nei, það er það sem er búið Já, farið inn á Simon Pay og sækjum aðild að þessu stórkostlega fyrirkomulagi
Nú, það eitthvað, ég á eitthvað inni hérna í dag. Ég á, sko, IKEA-bræðurnar, þeir eru að liquidata náttúrulega núna. Alvöru sala. Það er nú ekki neitt verð, það er ekki gefin einn verðpunktur þetta því miður, sko. Sko, þegar ég sá fyrst taka sikkot 9 milljarða í vasan, þá hélt ég var að vera að tala um IKEA-bræðina og þeir voru að selja það núti. Já. En svo þegar ég sá það voru þessi tónleikar, það hætti ekki lesa. En það kemur ekkert fram hvað þeirra kassa? Nei, það kemur ekki fram, en þeir eru náttúrulega að selja frá sér núna rekstur í Íslandi, Lettlandi og Litáen. Við fórum náttúrulega yfir þetta í þættinum okkar IKEA, hvernig þessu háttað hjá þeim bræðurum, á þess að fara djúpt ofan í það hér, en þeir eru að selja þetta til Inter IKEA Group. Þannig að þú veist, þeir eru ekki eins og þið segja að framselja þetta hérna bara til einhverja fjárfesta. Þetta bara IKEA samsteypan sem að kaupa þetta af þeim. Já. Og það er gert ráð fyrir að viðskipti verið frágengin fyrir árslok. Maður vonar að fá fínt verð, en þetta örugglega helviti erfið að samninga við þær þegar að grúppan segir bara, heyrðu, nú ætlum við að kaupa. Já. Ok, við viljum ekki selja. Já. Við ætlum að kaupa. Já. Að þú veist, ég meina, hvernig lest þú í þetta? Ég meina, þeir komnir með nóg eða þetta bara verið að þvinga þá í sölu eða? Ég hef engar forsend til að meta, en ef að Inter IKEA er sá sem að initiatar, heyrðu, við ætlum að kaupa, þá ert í svolítið skemmtilegri stöðu, erfiðri stöðu segi, en náttúrulega þeir segja hérna, eftir 12 velheppnu ár erum við hæst ánað að afhenda reksturinn til langtíma samstarfsaðila okkar, Inter IKEA Systems. Spennandi tíma framundan með fjöldatækifæri til að efla og styrkja IKEA vörumerki í Eystrasaltsríkjunum. Já, þetta örugglega bara helviti góð sala. Hefur örugglega ekki verið neinn byssa á höfðun á honum við þessa undirritun. Þannig að við óskum bara til hamingju, hafa gert stórkostlega hluti. Já. Og þar með held bara að við ljúkum okkur af í dag. Ég allan með eina frétt, sko, ég mér langaði að koma inn á Birtu lífeyrissjóð hérna, þetta er skemmtilegt, gaman að reyfa ársreininga hjá hérna Líbónum, sko, við kannski bara flytjum það yfir á næsta þátt, sömuleiðis ætlaði ég að vera með fjármálamítur í dag eins og ég ætlaði að vera með síðast, en ætli ég flytji ekki bara yfir á Já, ég fekk hérna eina leiðréttingu vegna síðast þáttar þegar vorum að stefnumótadótið. Mér var bent á að þú og frúin hafi kynst í einhverju glórihól-greni, ekki á Tinder, þannig að þá leiðréttist það hér með. Jesús Kristur, ég klippi þetta út bara. Þá hef ég engar frekar leiðréttingar. Ég held að Ég var reyndar að heyra eitt slúður líka. Nei, ég held að við lokum þessu bara hérna í dag. Viltu finna milljón, sería 2? Nei. Hvað það rétt að það verði innslög frá Lilju Alfreð sem hvernig á að eyða peningum annara? Nei, það vissulega gott sjátt, en ég hugsa að ég sjái bara ráðleggingu í þeim þætti. Ég held að Já, þú ert með sparnaðaráðin, svo þarf að fá einhvern svona ofvita sem eyði peningunum. Hvernig á að eyða? Já, þú tekur bara kreditkort og þau eyðir bara peningum annara. Við spörum það fyrir þáttaröðina, viltu tapa milljón? Nei, þá leiðréttist það hér með að hún verður ekki á svæðinu. Hún heldur bara áfram að eyða peningum okkar hinna á meðan og við förum bara sátt inn í helgina. Það held ég að kæru hlustendur, gangi hratt gleðinadyr inn í helgina. Það er alveg hérna, málheftur. Gangi hratt inn gleðinadyr helgina. Við verðum aftur með ykkur næsta föstudag og næsta föstudagingu verður risa tilkynning. Nú? Það ekki það? Jú, það getur verið. Ég alveg til í það. Þú veist alveg hvað ég að tala um. Já, þú veist að tala um það. Já. En það ekki góðu dagur til að gera það. Föstudagurinn 13. Ég hjátrúarfullur. Ég ætla ekki að leyfa það. Þá við býðum með það. Það föstudagurinn 13. Já. Nei, ég meina við getum ekki býðið lengur með það. Jú, ég ætla að býða með það. Föstudagurinn 20. Nei, hérna 20. september, verður. Já, ég ætla að býða með það. Ok. Já, sjáum til. Þú ferð þín að leiðir í þessu. Herru, kæra þakki fyrir hlustunum í dag. Verðum við bandi.